Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, þau eru mörg álitaefnin. Við höfum séð upplýsingar það nú í vikunni að áfengi komið á lista yfir krabbameinsvaldandi vörur sem nýtt. Á sama tíma eru þingmenn í meirihlutanum að leggja fram frumvörp að auka aðgengi að áfengi og finnst sumum skjóta skökku við. Kennari við HR hefur skrifað grein þar sem hann bendir á þessa þversögn og við höfum fengið góðan fulltrúa frá embætti landlæknis til þess að ræða þessi mál svolítið. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, velkomin. Takk kærlega fyrir. Þú heyrðir kynninguna hjá mér á umræðefninu. Þetta þversögn, bara sem að byrja þar? Já, og við erum kannski búin að benda á því nokkuð langan tíma að áfengi engin venjuleg neysluvara og við þurfum bara umgjörðina í kringum þessa vöru allt aðra heldur en einhverja venjulega neysluvöru. Og þess vegna og í rauninni hafa alþjóða heilbrigðismála yfirvöldin, heilbrigðismálastofnunin bent á mikilvægi þess að draga úr aðgengi að þessari vöru af því að hún hefur margvísleg skaðleg áhrif. Já, þannig að þetta sovjíska ríkisfyrirkomulag sem við höfum verið hér með að ríkið sé með ríkisstarfsmenn til þess að selja þetta, ekki allan sólarhringinn og ekki alla daga ársins. Þetta þá þróun sem önnur lönd eru í auknum mæli að horfa til sem framtíðamódels? Já, það það sem að Alþjóða heilbrigðismálastofnun alltaf mæli með, að þetta sé í sérbúðum, að þetta sé ekki í almennum vörum, að það sé takmarkað aðgengi. Það rauninni besta forvörðun og við byrjum bara í þessum upplýsingum það að þetta sé krabbameinsvaldandi. Það eru engar nýjar upplýsingar, en það sem nýtt að það eru krabbameinssamtökin í Bandaríkjunum sem setja þetta í flokk 1 yfir krabbameinsvaldandi efni. Já, uppfært. Það uppfært hversu þeir og og það kom mér mjög óvart þegar ég var að byrja að vinna svona lýðheilsum málum sem kannski 20 árum síðan að sjá þetta etanólið sem þetta efni í áfenginu. Það ekkert annað efni sem við látum ofan í okkur sem tengist jafnmörgum krabbameinum og jafnvel þá. Og ég hef alveg komið í nokkur viðtöl og rætt þetta og það hefur verið svolítið lítill áhugi í rauninni á þessum upplýsingum. Já. Það bara svona svolítið fyrir daufum eyrum að ræða það að áfengi sé bara skaðleg vara, að þetta sé skaðlegt fyrir heilsuna þína og þetta og nú hefur í rauninni síðan þá hafa bara komið sterkar og sterkari rannsóknir. Það voru þarna einhverjar rannsóknir sem bendu að kannski væri einhver jákvæð heilsufarsleg áhrif af því að drekka eitt rauðvínsglas eða eitthvað slíkt. Það hefur allt verið hrakið, það eru engin örugg mörk og það engin örugg neysla af áfengi til. Áfengi bara skaðleg vara og þannig þurfum við að meðhöndla hana. Þú ert að eyðileggja partíið. Já, einmitt. En ef að, eyðileggur áfengi ekki oft partíið? Jú. Já, svo það kannski bara snúið við. Hversu oft það þannig að allt fer úr böndunum út af áfengi? Það ekki áfengi sem að veitir mestu gleðina. Kannski, í uppæðingur og þá þurfum við kannski að skoða af hverju þurfum við áfengi og kannski það að því að við getum ekki dansað án áfengis eða þorum ekki að syngja eða þorum ekki að tala. Ættum við ekki að reyna að vinna með þá þætti einhvern veginn á annan hátt heldur en með áfengi? Jú, en það sem ert í rauninni að segja að það menningarleg fyrirstaða gegn því að við hlustum sem skildi á varnaðarorðin sem varða áfengi. Og ég held kannski að það sem það sem okkur tókst með þegar við erum að ná annarri vöru sem var mjög skaðleg og tengdist mörgum krabbameinum þó hún tengist ekki eins mörgum, það eru sígarettur og tóbaksreykingar, að það tókst að koma svona aðeins böndum á þessa vöru sem heldur engin venjuleg neysluvara af því að hún skaðleg líka fyrir annan en þann sem að neytir hennar. Nú eru líka komnar rannsóknir, það ekki bara að það veldur krabbameini hjá þeim sem að neyta hennar, heldur skaðin sem áfengi veldur öðrum en þess sem neytir þess bara mjög víðfeðmur og mikill. Við erum bara ofbeldið, slys, brotnar fjölskyldur, þetta bara gríðarlega mikið og
og áfengi ekki bara þannig að það sé bara slæmt fyrir alkohólista, að það eru margir sem að hafa ekki við neinn áfengisvandamál að stríða sem að samt geta fengið skaðleg áhrif af neyslu áfengis. Já. Þannig að það bara mjög mikilvægt að hugsa hvernig við meðhöndlum þessa vöru. Já. Og það ég tók það ákvörðun þegar ég var forstjóri lýðheilsustöðvar að við skildum ekki verja neinu opinberu fé til að kaupa áfengi. Við myndum aldrei gefa það í gjafir og það eru svona í okkar reglum og það eru í leiðbeiningum okkar í heilsueflingu og vinnustöðum að við erum ekki að banna áfengi en við erum ekki að ýta því að fólki og það líka eitthvað sem skiptir máli og það gerðum við líka þegar við sameinumst líka embætti landlæknis að embætti landlæknis eyðir ekki neinu að opinberu fé í að kaupa áfengi, hvorki gjafir, né árshátíð eða annað og við erum mentlega skotað okkur, eitthvað svona, þú veist, auðvelt að finna einhverja brandar í kringum það, en ég vil líka bara fá okkur til að hugsa af hverju ættu að nota eitthvað á opinberu fé til þess að kaupa áfengi. Já. Og hef rætt þetta við velferðarnefnd og fleira, að þetta sé eitthvað og heilbrigðisráðherra, að það sé eitthvað óeðlilegt við það, að okkur þykir eðlilegt og þarna þurfum við kannski bara að skoða einhverjar hefðir og venjur sem urðu til einhvern, svo erum við komið með fullt af upplýsingum og sterkari vísindalega rökstuðning fyrir því að þetta er engin venjuleg vara. Nei. Að það þarf að skoða svolítið bara bæði það, hvernig, mér finnst það er svona eitt bara, að hvenær bjóðum við upp á þetta, hverjum réttu við þetta, hvernig er aðgengið að þessu og það þarf að vera í rauninni af því þetta er skaðleg vara, að þá þarf hún að vera takmarkað aðgengi að henni. Við viljum hafa hátt verð á þessu, við viljum að sé ekki að nálgast þarna allan sólarhringinn, af því að við viljum takmarka neysluna. Já, ég hef heyrt af fermingaveislum, svona aðeins fyrir mína tíð kannski, þar sem voru keyptar sígarettur og vindlar og það var verið að gera vel við gestina með því að bjóða upp á sígarettur og vindla og á þeim árum hafa opinbera stofnanir sennilega keypt vindla og nota hluti á risnukostnaði að bjóða upp á. Þannig að það er svo sem alltaf, það verða alltaf breytingar okkar viðmiðum en áfengið hefur kannski lafað lengur inn í þessari mynd en æskilegt væri. Ég held það og ég held við þurfum bara að vera tilbúin að horfast í augu við það, horfast í augu við þessa sterku rök og sem byggðar á öflugum rannsóknum það að þetta sé skaðleg var og það þarf að umgangast hana og hafa hana þannig líka í samfélaginu þannig að hún valdi sem minnstum skaða. Ég heyrði einhvern tímann að kannanir sem hefðu hampað hófdrykkju eða rannsóknir átt að vera gildar rannsóknir sem átt að mæla að þú getur jafnvel lifað betra lífi líkamlega með því að, einmitt hún nefndir 1 rauðvínsglas á dag. Já. Ég heyrði að það hefði svo komið á daginn að þessar rannsóknir hefði verið gerðar á vegum áfengisframleiðendana og þetta hefði verið eitthvað svona brauð í tafli. Þekkir þú það? Ég hef heyrt til þess, ég hef ekki sannanir fyrir því en það er alveg klárt og við finnum það, við erum að vinna í stórum Evrópuverkefnum og svona að það eru lönd þar sem eru stór hagsmunaöfl áfengisframleiðenda þá hefur það áhrif og þau bara reyna allt mögulegt til þess að tryggja það að varan þeirra getur við auðveldlega verið á boðstólnum og hægt sé að selja og tala hana upp og það náttúrulega gerðu tóbaksframleiðendur líka og svona þannig að við þurfum alltaf að vera mjög meðvituð um það hvaðan upplýsingarna koma og núna er þetta orðið mjög strangt þannig að það þarf að segja til hvort það fengi einhverja styrki til þess að vinna einhverjum rannsóknum og þannig að ég held að við höfum sem komin svona aðeins lengra áfram í þessum svona siðferðslegu þáttum varðandi stuðning frá einhverjum hagsmunaaðilum. Það getur líka verið, náttúrulega þetta er mikilvægt í bara mjög mikilvægt að það sé hlutleysi gætt þegar við erum að rannsaka bara við rannsóknir almennt. Já, ég hef á mínum tæplega 60 árum upplifað miklar breytingar í frelsi og aðgengi að áfengisölu. Já. Bjórinn var náttúrulega bannaður. Það var veitingahús í sveitinni þar sem ég ólst upp í og maður gæti farið á ákveðnum tímum sólarhrings
þangað inn, þetta var hótelsalur, pantað 1 soðið egg og þá gæti maður pantað 10 hvítvínsflöskur. En það var semst að vera með mat. Já, var að vera með mat. Áfengi þurfti Það var að vera að með finna mat. sér leið framhjá. Já, og auðvitað fann fólk sína leið framhjá. 1 soðið egg og 10 hvítvínsflöskur. Já. En síðan hefur einmitt, það búið að rýmka á opnunartíma og þessi heimsendingar þjónusta virðist nú vera heldur betur kröftug. Já. Og sama tíma hefur mælst, til dæmis að hagur aldraðra hefur væga sagt ekki vængast. Þar S.A.A. með tölur að æ fleiri óhamingjusamir alkoholistar eru í hópi eldri borgara. Og af því ég nefndi þetta með frumvörp, sérstaklega sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið iðinn að leggja fram á undanförnum árum sem eitt frumvarp skrifaði fyrir Fréttablaðið fyrir áður en það fór á hausinn. Já. Það sem minnir að fyrsti flutningsmaður sé framsóknarþingmaður og varðar að áfengi verði hægt að kaupa á Íslandi alla 365 daga ársins. Þessi stemning og þessi saga núna að auka endalaust aðgengi frá því sem að verið hefur. Þetta rímar sem sagt bara mjög illa við skynsemi og gögn að því mati. Og það hefur verið þannig með þessu skoðum að í þessu samhengi það hefur, og bara í svona alþjóðlegu samhengi, það hefur verið litið til Norðurlandan og Íslands og svona landa sem eru með góðar forvarnir og forvarnir takmarkað aðgengi og verið að leggja til að þið þurfa að gera meira eins og þessi lönd, gera meira eins og Ísland og þá einmitt líka það svolítið skakt að sjá við sem þá að hörfa frá þess og við erum að auka aðgengi og það hefur líka aukist neysla, áfengisneysla hefur aukist töluvert með þessu aukna aðgengi. Það fer bara hönd í hönd, aukið aðgengi leiðir til aukina neyslu. Af því þú nefnir það, þá held ég að sé ekki aðgreint í opinberum tölum fyllilega að hve miklu leyti erlendir ferðamenn kaupa áfengi hér á landi og Íslendingar. Er það ekki rétt hjá mér? En við höfum bara líka séð, við erum með kannan þar sem við spyrjum og við erum bara að sjá að við erum með svona það sem er kallað áhættuhegðun eða áhættudrykkja. Og það er aukning þar og það eru höfum við bara verið þeir sem er íslenskir ríkisborgarar sem geta svarað því og þannig að við erum að sjá aukningu þar líka, þannig að það er auðvitað eitthvað, og þannig að við erum að sjá með þessu aukna aðgengi erum við að sjá í svörum í svona konunum hjá okkur að það er aukin neysla. Auðvitað er þetta líka, við sáum, það var eitt af svona kannski það jákvæða í COVID að þá var minni áhættu drykkja og minni drykkja, þannig að þetta er náttúrulega félagstengt og þannig að það er mikilvægt einmitt að hugsa bara fyrir hvern og einn bara til hvers af hverju drekkur og til hvers notar við áfengið og það er kannski að finna einhvern balans þar sem að veldi sem minnstum skaða ef fólk ákveður að neyta áfengis að reyna að finna sem svona skaða minnstu leiðina í kringum og ég held að það sé líka mjög mikilvægt að við komum okkur upp úr því að tala bara að vandamálu sé bara meðal þeirra sem er áfengis vandamálu og eru alkoholistar. Að það sé bara 2 flokkar, það eru alkoholistar og svo er það hinn sem er ekki alkoholistar og við hinn þurfum ekki að vera að taka tillit til alkoholistar og þess vegna getum við nú bara haft þetta allt opið af því að þetta skaður okkur ekki neitt. Það er ekki raunveruleikin. Áfengi er alltaf skaðlegt. Það er að auka, þá áhættu á alls konar sjúkdómum og það er álauta heilbrigðiskerfið, það er kostar samfélagið, en langhald ég mestu skaðin er þessi óbeinu áhrif á annan en sem neytir, sem eru ofbeldið og átökin og brotnar fjölskyldur og fleira sem að við getum ekki einu sinni mælt í peningum. Má ég spyrja þig persónulegar spurningar hvort þú hefur sjálf tekið á ákvörðun að neyta ekki áfengis? Já, ég hef alveg sjálfsagt að spyrja. Ég hef veltið mikið fyrir mér. Ég neyti áfengis, ég hef ekki, en ég hef alveg farið mjög ígrundað það af hverju neyti ég áfengis og við hvaða tilfelli og líka bara svona eftir að hafa búið erlendis þar sem þetta er einhvern veginn ennþá þar sem þetta er einmitt ég fundi fyrir því þegar ég búið bæði Danmörku og ég búið Danmörku og Englandi og ég búið Kanada og Frakklandi og ég meiri segja var í klaustri í Suður Frakklandi þar sem var búið upp á rauðvin með pínlítið, með hverju þannig að maður finnur svona einhverjum hefðir að stundum eru sem meira ítt að þér og það líka búa bæði núna
búa í Danmörku og Englandi þar sem að þetta svona í súpermarkaðinum, maturverslunum, að þá bara aðgengi meira og það einhvern veginn svona auðveldara og það bara kúltúrin og nefna að að það hefði verið í fermingarveislum hér áður að það var að bjóða upp á sígarettur, það boðið upp á áfengi í fermingarveislum í Danmörku og jafnvel maður fann að heyra það hér sem náttúrulega bara algjörlega, ég verð bara að segja algjörlega fáránlegt og bara maður að hugsa fyrir hvern það og það getur ekki verið hagsmuni barnsins að vera að bjóða upp á áfengi, þannig að ég held að sé bara mjög mikilvægt að hugsa, þú veist, bara að maður gerir þetta ekki bara einhverju svona óhugsuðu atferðli, að það er bara keypt eitthvað léttvín og bjór og það var nefnist þegar við byggum í Danmörku og það voru foreldrafundur á leikskólanum og það var bara boðið upp á áfengi. Þetta er bara svo ótrúlega eitthvað mikið inn í kúltúrnum í Danmörku að bara það er að fá sér sko einn öl og bara eftir vinnu. Þannig að maður þurfti svona að maður koma aðeins tilbaka, heyrðu þetta ætla ég ekki að taka með mér hingað heim og bara ég ætla ekki að ég ætla að vera meðvituð það hvenær ég neyti áfengis og fyrir mér það mjög mikilvægt að það sé ekki til þess að deyfa tilfinningar, það sé ekki til þess að nota til þess að slaka eða svefnmeðal, heldur fyrir mér það einhver svona félagslegum tilgangi til þess að fagna einhverju og kannski þarf líka myndu og ég velti fyrir mér að það þarf ekki alltaf að vera áfengi. Ég ótt mjög velt með því þegar ég gengi með börnin mín og verið með þau á brjósti að sleppa áfengi og ég sleppi því ekki að skemmta mér, ég fer út að dansa og ég syng og allt sem ég finnst skemmtilegt að gera og mér finnst það mjög mikilvægt að vita að ég þarf ekki áfengi til þess. Nei. Fyrir nokkrum árum var mér bent á það sem blaðamanni að fólk sem fær á fjallstoppa á Íslandi, já, það birti gjarnan myndir af sér á Instagram, já, að poppa kampænislösku, meiri sér þar, já, þegar þú ert búin að fá allt endorfínið sem fylgir því, búin að gera allt þetta erfiða, búin að vera marga klukkutíma að komast upp á fjallstindin, meiri sér þar, já, svona hálfgerð synd það ekki. Það kannski með þetta sko að já, hvað þetta? Við fögnum með áfengi, og þá þurfum við svona, hvað annað þurfum við að, og þetta með margt með varandi lífstílin okkar að þú veist hvað svona, hvernig getum við skipt einhverju óhollu út fyrir eitthvað holt og það hefur verið í tengslu með alls konar útivist, að það hefur þekkst að það sé áfengi einhvern veginn fléttað inn í það. Já. Og nú hef ég einmitt mjög gaman að ganga á fjöll og ég sem betur vera ekki tekið þetta með mér að þurfa að poppa einhverjum flöskum heldur notið þess bara að finna endorfínið og bara góðu hormónin af því að ganga á fjöllin án þess að þurfa eitthvað áfengi til þess. Það kemur fullkomlega í staðin fyrir áfengisvímun. Þetta er náttúruleg víma. Þetta er náttúruleg víma sko, gleðin er besta víman sko. Jú. Þannig að það sé Pálmikun. Já, en svo fyrir við líki það að við erum að sjá að við erum að flytja inn svona, myndi ég segja, leiðilegar hefðir erlendis frá að blanda þessu inn í íþróttaviðburði og skíðastaði og það finnst mér mjög neikvægt. Já, Hlíðarfjall á Akureyri hefur verið til umræðu. Þar skrifaði fyrir íþróttafréttamaður Adolf Ingi Erlingsson grein þar sem að honum fannst þetta mjög illa við hæfi og hann sagði að après-ski í Ölpunum, það væri eftir skíði. Þetta eftir skíði en þarna væri menn að fá sér og börni væri að ná í bjóra fyrir foreldrana yfir miðan dag í brekkunum fyrir norðan. Það var stónum ekki smart og það finnst það ekki heldur. Finnst það alls ekki og þó ég hef reyndið að fara líka í Alpana og þar er líka boðið upp á í skálanum upp í fjöllunum og þar er fólk að skíða. Þetta allir finn ég get ekki hugsað mér að sko, vera undir áhrifum þegar ég er að skíða og ég er líka mikið í hestum og þar var og ég held að mikil breyting þar að þarna vil ég bara mitt fá að vera algjörlega heilshugar og meðvituð og ekki undir áhrifum einhverju öðru þegar og líka bara heldur þessi öryggisatriði sko að að vera ekki að blanda því saman þegar maður er einhverju svona útivist. En þá frekar að ef að fólk vil neyta áfengis það sé frekar þegar að það er búið á hestunum eða búið á skíðunum sko. Ekki vil maður vera rallhálfur ef barnið mann stettur og fótbrotnar í skíðbrekku. Nei, og svo er þetta náttúrulega þetta að þá flestir koma bíl og þarf að keyra tilbaka og hver keyrir. Það verður einmitt verið bent það. Já, og það er nú kannski líka eitthvað sem maður heyrir að það er svona ákveðin fyrirtækja menning sumstaðar að bjóða upp á áfengi
svona og fagna líka með áfengi í lok vinnudags og fólk kannski veit ekki að þið fyrirfram mætt á bíl og svo þá vinnustæðurinn svolítið ábyrgur auðvitað fyrir því að vera að bjóða upp og íta áfengi að fólki ætlar að taka þátt eða ætlar að vera leiðilegur eða leiðileg og ekki að vera með í þessu að og þetta svona samfélagslega ábyrgð, við erum ekki að íta áfengi að fólki þegar við vitum að það svo að keyra heim því að það er eiginlega ekkert maks sem að vera og náttúrulega við aukum líkurnar á slysum og svo fólk ekki tryggingarnar ná ekki yfir það ef þú ert með áfengi í blóðinu þannig að þetta bara svo margir þættir sem eiruninu bara ekki við að vera að blanda saman sko áfengi inn í vinnustæðamenninguna. Það er bara það er til aðra aðferð. Hvað er það sem þú vilt ná fram og það þarf að gera það með einhverjum öðrum hætti heldur en með áfenginu. Þetta er eina af þessum fréttavikum þar sem umræða áfengi næri gegn og það sem held ég að hafi munað mestu að ísinn brotnar er þetta sem ég hóf þáttinn á með að það sé búið að uppfæra krabbamens valdandi áhrif áfengis en ég heyrði einhvers staðar viðtal við lækni hér á landi sem ræddi líka í þessum tengslum hvað læknum finnst erfitt oft að ávarpa neyslu sjúklingarna ávarpa ofþyngd þeirra, ávarpa hvað þau eru að láta ofan í sig, ávarpa drykkju, hvort hún sé of mikil og allt það. Og ég fór ég fór að spyrja mig spurninga sko hvort teprusamfélagið og sem sagt þessi kannski svolítið miskildi veruleiki að við megum aldrei nálgast hvert annað með gagnrýnu spurningum af ótta við að einhverjum líði illa við að einhver sé spurt eða eitthvað sé sagt. Ég fór að spyrja mig spurninga það út frá þessu. Er það eitthvað sem að þú getur fabulerað Sko, við höfum verið að vinna til dæmis með heilsugæslinu alls konar svona listum og til dæmis með ráðgjöf í reykbindindi eða tóbaksleys og svona og svo það var miklu auðveldara að koma með slíka lista inn og þegar við kannski byrja á þessu svona fyrir 20 árum síðan en svo ætluðum við að spyrja hvort það vildu svona var gátlistar áfengisneyslu að þá treystu læknarnir sér síður til þess reykingarnar voru kannski eitthvað en sem var hægt að ræða en svo man ég líka eftir á þeim tíma það voru læknar sem segja þetta er ekki okkar hlutverk og þar eru kannski að sjá sem betur fer nýja kynslóð læknur sem telja þetta og sjá bara áhrif að þætti heilbrigðis þetta er svo mikilvægt og svona hvernig er þetta að vinna með þá og í forvörnum og það er kannski of lítið kennt það bara í læknisfræðinu þannig að þið séu líka bara öryggi með það hvernig þeir eigi að vinna með þessa þætti. Læknisfræðin þurfa að taka meira mið af homeopatíu? Ekki bara eða hvað? Ég held bara að lækna mig... Það fyrir eftir í hvernig þú skilgreinir homeopatíu? Já, ég ætla ekki að taka undir það. Þú veist heldur allir bara að segja að læknavísindin sko þurfa að taka meira tillit til heilbrigðis og áhrif þetta heilbrigðis. Að það er ekki bara það að bíða eftir því að lækna þegar allt er komið í óefni og líka bara hvað það er mikið sem hægt er að gera og meiri sér líka lækna með breytingum á lífstíl. Þannig að það er mjög mikilvægt og við höfum verið að vinna líka með heilsugæsluna, heilsueflandi móttökum að það sé hlutverk í raun heilbrigðiskerfisins að efla heilsu, ekki bara bíða eftir að fólk sé orðið veikt. Og það er sko ef við hugsum heilbrigðiskerfið er með miklu meiri fókus á sjúkdóma heldur en heilbrigði. Og það er kannski bara, svona eitthvað skiljanlegt á einhver leiti við býðum og auðvitað við mestu púðri í eldin þegar hann er komin heldur en það er líka gott að setja upp reykskynjar og eiga slökkutæki og geta slökkt áður en það verður alvarlegt ástandið ef við tökum bara þá samlíkingu og það er mjög mikilvægt þegar fólk kemur og er að leita sér aðstofar, kannski líður ekki nógu vel þá þarf að fara yfir alls konar hluti eins og svefn og hreyfingu og næringu og þannig erum við líka til að við minnist á svefnin sem að ef að svefnin er ekki í lagi þá er eiginlega einhvern veginn ekkert í lagi það fer illa með margt að það var einhver svona mýta líka það að það væri svo gott að fá sér áfengi fyrir svefnin það hefði góð áhrif á svefnin fólk nær kannski að sofna fyrr en gæði svefns eru verri þannig að og svo er þannig að það er svo mikilvægt að hafa í raunin þessar upplýsingar og fyrir læknin að hafa og miðla áfram til sjúklinga og hjúkrunarfræðinga og bara aðra
annað starfsfólk heilsugæslunnar, að við séum að reyna að efla heilsun eins mikið og við getum. Og við þurfum samt líka, þetta er ekki bara val einstaklings, það skiptir máli aðgengið okkar í samfélaginu og þá getum við bara alveg farið að hreyfa við okkur. Ég meina hversu auðvelt er þetta fyrir okkur að hjóla eða ganga á milli staða, hversu ódýrt er að kaupa holla eða næringu, hvað er boðið upp á í skólanum og þú veist bara hvenær byrjum við skólan, hversu mikla líkur er að þá unga fólki okkar ná að nægum svefni. Það eru alls konar þættir sem hafa svona áhrif sem er ekki bara val einstaklings og svo komum við þá líka að áfenginu að hvernig reynum við í rauninni að hafa þetta í rauninni svolítið erfitt aðgengi að þessu. Þannig að þú þurfir svolítið að taka meðvitað ákvörðun þegar nú ætla ég að fara og kaupa þetta og svona, ekki þetta bara svona læðist auðveldlega með og neyslan verði meira heldur en þurfi. Mun landlæknisembættið leggjast gegn öllum frekari lagafrumvörpum sem auka aðgengi að áfengi á Íslandi? Já, við byggjum allar okkur umsóknir á því hvað á bara niðurstöðum rannsóknum hvað er best fyrir heilbrigði og þarna við með bara rosalega skýra niðurstöður og við byggjum bara á rannsóknum og það segja að aukið aðgengi er aukin neysla og sem leiðir að sér þá hefur slæm áhrif á lýðheilsu og þess vegna á þeim rökum byggjum við okkar umsóknir. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, kæra þakkir fyrir upplýsandi samtal. Takk sem leiðis. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel. Og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.